hvort hann takk ekki upp tólið svona í tilefni dagsins. Ég fæ eitt þakka í dag, ótrúlega marga flotta kveðjur. Gunnar. Já, góðan daginn. Gunnar. Já, það er hann. Sæll og blessa, Þorsteinn Haukur hérna megin, þú ert í beinni. Blessa, kallum minn. Til hamingju með daginn. Herðu, þakka að kella það fyrir. Hvað ertu orðinn gamall? Herðu, ég er orðin 21 og skamall maður. Þetta er orðið svakalegt. Þú ert komin af besta skeiðinu, má segja. Já, þetta er alltaf koma besti aldurinn, má segja. Já. Og það er ekkert skemmtilega að gera í tilefni dagsins heldur en að spila eins og einn handboltaleik, er það nokkuð? Já, það gerist ekki betra. Það er bara óska afmælisgjöf. Já. Fyrir mér held ég. Já, það ekki. Þessi leikur gegn Gróttu í kvöld, það er mikið undir, enda liðin munar einungis einu stigi á þessum liðum í töflunni. Jú, gríðilega mikilvægur leikur. Grótta er búin að vera að spila alveg svikalega flottan handbolta. Já. Þeir eru búin að vera svakalega flottir hérna eftir áramót, og við hefum alveg svikalega erfiðan leik fyrir höndum, myndi ég telja, sko. Náttúrulega, má segja að þetta sé svona cirka fjárstæða leikur fyrir okkur, þannig að þetta verður svaka skemmtilegt. En þið eru væntanlega með kassan úti og sjálfsögstið í fínu lagi eftir góðan sigur gegn Fram í seinustu umferð. Jú, við náðum að stilla þrengina rosalega vel og það var svona, mér fannst svona tilfinningin á leiknum síðasta leik og bara síðustu vikur vera bara svona frá því, þetta var svona sama tilfinning og maður þekki fyrir, það var alltaf bara, það var geggjað að mæta æfingar, það var geggjað, það var bara allt í kringu liði, var bara gaman. Og maður var bara svona tilbúin að deyja fyrir klubbinn, svona fá þessi tilfinning aftur, það var alveg sérkulega gott. Hvað veldur því þessi tilfinning er komin aftur? Það er bara, það er ekkert verið eins og í fyrra þá komu kannski upp sem svona nýlegar og það var ekki pressa. Og núna kannski á þessu tímabili þá var meiri pressa á okkur að við ættum að ná þessu sæti eða standa okkur svona og menn voru held ég bara að byrja að pæla mikið í því og það var bara svona gerð svona krafa á mann og það var bara reynt að peppa sig í eitthvað geðveiki af því að það var bara krafa en í fyrra var það bara af því að okkur fannst það bara skemmtilegt, það var bara skemmtun og gleði, skilur. Akkurat. Og ég held að það sé búið aðeins að rækta það betur núna og það er bara helmikið skemmtilega að reyna að peppa sig í eitthvað leiki bara út af gleðinni í staði fyrir að sé eitthvað skilduverk. En manni Þetta menn hafi glemt því, sko. Já, manni finnst samt, sko, svona að við skoðum liðið ykkar í vetur og hvað þið hafið verið bitnir illa af einhverju meiðslapöttu bara út af fyrir sig áhugavert að þið séu nú þó í fjórða sæti deildarinnar. Já, það er kannski, það má telja það, sko, þótt að við séum sjálfur við kannski hugsa það að við erum eiginlega bara ekki nú ánægð með okkur, sko. Okkur finnst við geta staðið okkur betur þrótt við öll þessi meiðsl og allt svona, þannig að það má kannski segja að við séum heppnir. Mér finnst það ekki, mér finnst við frekar að vera óheppnir ef eitthvað sko, með eitthvað suma leiki og sum úrslit, sko. Já, allir heilir annars og klárir í kvöld svona fyrir lætin í kvöld? Já, það eru allir klárir og 100% held ég, sko. Það er sem ég veit á. Og staðan er þannig, það er nú kannski svona hæpið að þið farið að ná Val og Haukum úr þessu en það er mikilvægt að reyna að halda allavega í þetta fjórða sæti og eiga þá heimaleikja réttin í úrslitakeppni. Já, það er hárrétt, sko. Það er búið að mynda ákveðin pakki sem minnum með 21 stig eða ekki rétt. Já, það er 3 lið með 21 stig, 1 með 20 og 1 með 19. Já, þetta er alveg svaka pakki þannig að það er náttúrulega, það var skynsamlegasta markmið náttúrulega, þótt að það er alveg svaka nánast ólíklegt að við kannski náum Haukunum ef maður ætla að vera raunsær, sko, en það er kannski, þá er það bara skynsamlegast að reyna að skila sig frá þessu bakka og reyna að ná í þetta þriðasæti og halda þessu fjórðasæti ef eitthvað er, sko. Ef þið ætlaði að ná Haukunum þá verða Haukar að tapa öllum leikjum sem eftir eru og þið að vinna alla, þá náið þið með einu stigi, þannig að kannski En ég meina, miðið möguleiki, ef ekki bara stefna á þetta? Já, ég er mjög bjartsýnn maður, þannig að ég ætla ekki að telja þetta sem útilokar, sko. En er ekki svolítið skrítin staði þessari deild? Staðan er einfaldlega þannig að eftir þessa umferð
getur Afturelding mögulega verið í 3. sæti deildarinnar en mögulega í 7. sæti. Það er svona svolítið áhugavert að skoða það þannig. Jú, þetta er eins og ég segi, þetta er ákveðið hægt að vera í þessum bakka og vera partur af þessu, þannig að við erum bara að halda í okkar markmið og spila okkar leik og reyna að skilja okkur frá þessu og tryggja ykkur öruggan heimileikar eftir í úrslitakeppninni. Hringbraut. Og úrslitakeppnin náttúrulega í fyrra væntanlega eftir að reynast ykkur svona nokkuð góð reynsla á næsta tímabili. Nei, í þessari úrslitakeppni segi ég. Í þessari, já. Við lærðum alveg helling í fyrra, þannig að ég vona innilega að við getum komið eitthvað þessu lærdómi fram í næstu úrslitakeppninni og staðið kannski betur eða komist lengra. Akkurat. Gunni, rétt í lokin, ef þið vinni í kvöld, hvernig ætlar að halda upp á daginn í kjölfari? Ég er ekki búinn að hugsa það, sko. Ég held að verði bara eins og vanalega, horfa á leikinn aftur bara og sofna yfir honum með eitthvað, eins og ég vanalega gert hjá mér. Bara taka þér rólega svona í tilefni dagsins? Já. Það er ekkert planað held ég. Gunni, ég þakka þér bara kærlega fyrir spjallið og óska þér aftur til hamingju með daginn. Þakka þér kærlega fyrir vinnur. Ég er að hugsa að spila svona fyrst ég er að tala við þig lag með vinkunniðinni sem á líka afmæli í dag. Veistu hvaða tónlistarkonu á afmæli í dag? Herru, nei, þú mátt ekki að segja mér frá því. Það er Yoko Ono. Ekki leiðum að líkjast. Herru, æðislega, hún er frábær tónlistarkona, ég fíla það. Já, glæsilegt. Herru, gangið bara vel í kvöld, kallið minn. Ok, vinnur, bye. Já, bye.